En þegar aftur á móti það kemur að því að standa undir samfélagslegri ábyrgð eins og fyrir þingeyinga, að þá eru þið bara ekki tilbúin til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Ég held að sko samfélagslega ábyrgð er auðvitað mjög víðtækt hugtak og ég held í fyrsta lagi sko er tómt mál að tala um það að geta staðið undir samfélagslegri ábyrgð að þú ert ekki arðbær. Og það er grunnforsenda til þess að geta gert eitthvað meira heldur en bara niðurstaða rekstrarreikningsins stendur fyrir. Og þá fer maður fyrst í það, er Arctic Fish samfélagslega ábyrgt fyrirtæki? Ég held já. Ég held í fyrsta lagi að þú skoða bara starfsemin okkar, þá erum við 126 starfsmenn. Þeim er það bil jafnt skipt á milli allra fjarða á Vestfjörðum. Við erum með það bil 40 manns á Suðursvæðinu, sem sagt Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur. Við erum með 27 manns núna í Dýrafirði. Við erum með 15 hérna í Skutulsfirði, Ísafirði og svo er restin út í Bolungarvík, svona 40 manns, eitthvað svoleiðis. Þannig að við höfum sannlega dreift okkur alla Vestfirði og búið til störf víða á Vestfjörðum. Við höfum líka tekið mikið þátt í samfélaginu. Við styrkjum alls konar viðburði og íþróttalíf og skóla og tekið þátt í að byggja hérna námslínu við menntaskólan og svo framvegis. Og svo að lokum er náttúrulega þetta skattsporið okkar gríðarlega hátt. Við erum með af 11 milljarða veltu í fyrra 1100 milljónir í skattspor. Þannig að það auðvitað kemur inn í samfélagi eða hægt að nýta þá í samfélagslega ábyrgð. En svo er það auðvitað þannig að í fyrsta lagi vona ég við erum ekki bara dæmdir að einhverju einu og það er ekki þannig að þetta hefur verið auðveld ákvörðun fyrir okkur. Mér finnst þessi ákvörðun vera vissuleyti vonbrigði fyrir mig sem stjórnanda. Af því að þetta var mjög flott projekt og er mjög flott projekt fóðumiðstöðin og það var gaman að geta haft hana á Þingeyri og það var gaman að geta farið með kúnan okkar og sýnt okkur þetta svona áþreifanlegum hætti á Þingeyri. En það breytir ekki því að mín ábyrgð bæði þegar kemur að samfélaginu og þegar kemur að hluthöfunum er að standa undir einhverju arðsemi til þess að sækja fram og til þess að bara hér verði fiskeldi og þá þarf maður líka geta tekið erfiðar ákvarðanir og þetta var erfið ákvörðun, hún var erfið ákvörðun fyrir okkur hér í fyrirtækinu. Við erum bara miklir þingeyringar og mér finnst væntu þingeyri og hún er auðvitað erfið fyrir starfsfólki okkar og þá er verkefnið að þegar maður kemur að þeirri niðurstöðu að maður vilji taka þessa erfið ákvörðun og telji það brýnt að taka þessa erfið ákvörðun, þá er bara verkefnið hvernig getum við gert þetta sem best fyrir samfélagið